This is the part of me, heitir þetta lag víst klukkan orðin 4 og FM 95 Blö hefur hafið göngu sína þennan mánudaginn. Öddi og Björn Bragi með ykkur til, 6 í dag og ég ætla bara að bjóða þig velkomin, Bjössi. Halló Ísland. Hvernig ertu? Ég er mjög góður. Það ekki, þú ert ferskur að sjá. Já, takk, og þú líka. Já, varstu rólegur þessa helgina eða? Já, nokkuð rólegur. Já, ég sé það bráður. Er ekki? Já, ég sé það bæði, þú ert svona, það er eitthvað svona bjartar í þér. Já, það er að koma sumar. Já. Þá kemur sumar í Bjössan. Þú sér það líka bara úti þar að koma sumar. Það reyndar ekkert sérstaklega mjög sumar núna akkurat, en það er svona hlýrra og það er allavega ekki snjór og svona. Ég samlega, það gerir helling fyrir mann bara að fá smá hita. Og birtu. Já. Og yl í kroppinn. Birtan er gríðarlega mikilvæg, en sérðu kúluna sem ég hef með hérna á hausnum? Já, þetta gerðist áðan og nú er ég ekki að ljúga þegar ég var að sem sagt, opna hurðina á leiðinni vinnuna. Já. Og svo þurfti ég glemdi sko, ég ætlaði að taka síma minn sem var á sem sagt milli sætana. Já. Og þannig ég sleppti það á hurðinni og svo bílhurðina. Já. Og svo þegar ég var að fara út þá neldist hún, ég var svona actually heppin að brjóta ekki rúðuna á bílum. Og þar kom þessi kúla, hressandi svona í rokjunu á Íslandi og það mæti vinnuna að rota þenni. Mánudegi að fá góða kúlu á ennið. Já, hefði ég verið þunnur, hefði verið brjálaður. Já. En þetta var svo kósi helgi á mér. Já, þú varst á Akureyri. Já, ég yða ferskleika í dag á mánudegi. Já, hvernig var á Akureyri? Akureyri var æði. Það er bara, ég held að maður á að vera mun duglegri við það að koma sér úr bænum svona á og til. Farðu úr bænum? Já, nákvæmlega, þaðan kemur þessi frasi, farðu úr bænum. Af því að hann er, þú veist, maður er að segja eitthvað gott við vinn sinn. Maður er að segja honum að fara úr bænum. Farðu úr bænum, í alveg, þú verður svo fersku við það. Já. Það ætti eiginlega lengi hann að frasa. Akureyri er líka yndislegur bær. Já, við Steindi hrósum þeim stað í Hástert á föstudaginn og það var virkilega gaman og bæði hvort sem er Akureyri, Sauðárkrókur, þó sé ekki nema kannski bara Akranes, bara skella sér eitthvað aðeins öðruvísi. Svona einn dag er bara munar helling. Já, fyrir okkur borgarlúðana. Já, og svo líka það voru allir svo kurteisur og almennilegir þarna. Við vorum búin með þáttinn, vorum að fara að labba upp á gistiheimili, að skipta um föt og eitthvað. Þá bara kom einhverja stelpur bara þið verðið að koma að smakka hérna búkollu pítsun okkar, eitthvað TikTok eða eitthvað svona pítsustæðar þarna. TikTok? Ég held að hann heiti það, já. Það var reynda Ekki Greifinn? Nei, þetta var við hliðin á Nætursunni, í sama hús á Nætursalan. Það er svona, það kannski kostað 1100 kalla teppaleggi þar inni. Þetta er svona eitt minnsti pítsustæði sem ég séð. Maður kann svona skipta um skoðun þarna. En virkilega góða pítsur. Og það er víst einhver pítsa á Akureyri sem er fræg, sem heitir Búkolla. Já. Og ég held að þetta geti drepið mannastuði. Þetta er ekki hotlasta pítsa sem ég fengi. Fékkstu hana þarna á TikTok? Já. Ég nefnilega fekk sko pítsu nautabannans á Greifanum. Nú, er þetta út allt annað? Já, ég held það bernesós og franskar og nautahakk og eitthvað. Já, nautakjöt eða ekki? Já, nautakjöt. Já, ég held að Greifin hafi byrjað með þetta. Nú veit ég ekki hvort þér var mér rétt mál. Nei, ok. Þetta er allavega eitthvað vinsælt á Akureyri og hvet ég alla til að tjekka á þessu. Þetta er kannski ekki hotlasta sem þú færð, en virkilega gott. Já, þetta er ekki fyrir fólki meðrum. Nei, ég líka lofaði þeim stúlkum að við myndum þakka fyrir þessa pítsu í þættunum á mánudaginn og nú erum við búin að því. Þú ert greinilega bara sponsaður af TikTok hérna, það er ekki mannað. Já, bara ég ætla að tala um þessa pítsu í allan dag. Það er ríkala hressandi að koma svona aðeins út á land. En hvernig var þetta þér helgina? Varstu rólegur bara? Herri, já, bara ég rólegur á föstudag og svo var maður svona skemmt á eitthvað á laugardeginum og fekk mér kíkt í afmæli sko. Ok. Fekk mér 2-3. Já, en svo bara slagur á sunnudeginum aftur. Þarf alltaf að vera vín. Gast ekki bara kíkt í afmæli? Ég ætlaði sko. Þú ætlaði ekki að gera þetta? Ég gat bara ekki. Gat ekki sleppt í. Ég bara gat það ekki. Ég gerði endur ekkert á laugardeginum. Það voða gósið á mér. Bara að horfa á sjónvarpið og eitthvað. Hvað horfður á? Ég horfði á American Idol frá föstudeginum. Já. Billy Joel, eitthvað. Það eru allir að syngja eitthvað Billy Joel lög. Verið betri Idol þáttur en hann var ágætur. Þú ert orðinn svo gamall. Já, samt svona 31, það er nú ekkert til að ákveðið alltaf að skjóta þessi svo gamall. Þú veist, þú rátt að því að fullt af fólki þarna, kannski ekkert mikið af fólki, en það eru einhverjað núti sem eru kannski 35 ára að hlusta og þeir hata þetta og þú ert að segja ég sé gamall. Nei, ég er ekkert að meina í aldri, skilur. Þú veist, aldur er bara að tala. Ég meina í hegðun. Aldur er bara að tala, ég er að segja það. Ég er að meina í hegðun. Þú ert bara að horfa á einhvern Billy Joel Idol þátt á laugardagskvöldum. Þú veist, þetta 35 ára lið sem við talum, það er að gera eitthvað skemmtilegt. Ég var nýkominn frá Akureyri, ég var bara að slappa af. Það getur ekki verið endalaust partí. Ég játa að ég er að fara með þetta eitthvað á villigötur. Herðu, en það sem skiptir öllu máli eins og í dag er að við Bjössi erum með frábæran þátt fyrir ykkur. Það eru hérna fasti dagskráliðir, við ætlum að stríða einum góðum vinn okkar hérna eftir því að hann er að leikja auglýsingu þessa dagana sem hann er ekki að leika, hann er að fara að halda eitthvað námskeið. Heyrum betur í honum hér á eftir og svo erum við með sturlaða staðreyndir. Það er nýtt fórnalamb í
netmisnotkunninni. Já, það komið tíma á það. Já, ég viðurkenni það komið tíma og það er gott fórnarlamb. Mjög gott fórnarlamb og eðaldrengur, en það var alveg komið tíma og einhver myndi að fara að kommenta á hans Facebook núna. Hann er eðaldrengur en hann er ofjákvæður. Það er fínt að vera jákvæður en stund öllum að ofgera. Já, en það er reyndar svo líka Sölvi, hefur þið séð Facebooki á Sölva Tryggva upp á síkasti? Já, ég skil það bara ekki. What a human being, sagði ég Í alveg, en ég er að fá mér einhverja búkollu pítsu þarna á Akureyri, þá er hann bara að hjálpa muna allir sem böndum hann út í heim, Já, á Akureyri líka. What a man! Á Akureyri, já. Herðu, já, þannig að það er hellingur að vera hérna hjá okkur strákunum. Fyrir utan náttúrulega bara topp tónlist og við ætlum að byrja á... Topp tónlistarstöðin! Við ætlum að byrja á lagi sem er virkilega gott. This topp tónlist! Feel So Close, Calvin Harris, mánudagur í okkur, nei samt ekki, það verður 4 í allan dag. Ég lofa þér, kæri hlustandi, ég lofa þér 4 í dag. Mánudagur, skítaveður, en við erum með gleði í hjarta. I feel so close to you, Audi Blue. Rétt, I feel very close to you núna, Bjössi minn. Takk. Og það er komið að slúðri, ertu til í smá slúður? Ég er búinn að vera að bíða til slúðri síðan að þú fórst með síðasta slúður fyrir mig. Já, sem var á föstudaginn. Nei, síðan bara mánudaginn þá. Já. Hlustar ekkert þegar þú ert ekki. Ég hlusta ekki á neitt eða horfa ekki á neitt nema ég sé sjálfur í því. Já, en þetta er að reyna að tróða þær í sig flesta fjölmiðla á landinu. Það er rétt. Það er rétt, herðu, það er komið að, slúðupakka dagsins og ég ætla að byrja á Denise Richards. Þessi fyrrum eiginkona Charlie Sheen er byrjuð aftur með Richie Sambora. Nú ætla ég að tekka hvað krakkin veit tónlist. Veistu hvað Richie Sambora er, Bjössi? Er það ekki gítarleikarinn í Bon Jovi? Það er hárrétt hjá þér, 5 stig. Takk. Richie Sambora og Denise Richards, þau eru sem sagt byrjuð aftur saman. Það var nú með Heather Locklear. Já, og Heather Locklear var besta vinkona Denise Richards. Er það? Já, þar til að Denise Richards byrjaði að hitta Richie Sambora fyrir einhverjum 3 árum síðan. Þá hættu þær að tala saman, svo hættu þau saman og nú eru það að byrja aftur að hittast. En Richie Sambora á einmitt, 2 börn með fyrir meginkonu sinni sem er Heather Locklear og Denise Richards á 2 stelpur með Charlie Sheen. Jesus. Já, en hún á hins vegar 3 börn, hún er nýbúin að ættleiða 1 krakka líka. En þessar dömur þykja nú, það er fegurstu eða þóttu með þeim fegurstu hérna í heiminum bara. Já, svolítið í den. Já. Þetta er ekki alveg svona, það er heitust í dag kannski, en hugulega konur enga síður. Hugulegar enga síður. Richie Sambora er líka alveg með þetta. Boran? Já, ef þú ert gítarleikari í Bon Jovi, þá ert alveg að fara að hitta eina og eina skvísu í gegnum tíðina, það er bara þannig. Já. Það er ekkert flóknara, sko. Nei. Þú ert ekkert að taka bara gítarriffið í Bed of Roses og öllum stelpum saman, sko. Nei. Segir sér pínu sjálf. Þú verður ekkert einn upp á hótelur ekki að það. Nei, taka aftur með Bed of Roses. En allavega þá eru þau að byrja saman, kannski öllum drullu saman, ég veit ekki, en þetta er slúður. Svo er næsta slúður er af henni Miley Cyrus. Já. En hún og Liam Hemsworth sem er vist leikari sem er á uppleið. Hann er að leika núna í kvikmyndinni sem var að vera frumsynni á Íslandum helgina, hvað heitir hún The Games, stóluðu mér. The Hunger Games. Já, Hunger Games, hann er myndið að leika í henni og fer vist á kostum í henni og þetta er svona einhver leikar á uppleið. Þau eru núna trúlofuð og stefna á að jafnvel að gifta sig á þessu ári. Herru, ég skal segja þér eitt, af því að mjög steikt, sko. Ég vissi ekkert hver þetta var, sko, þannig að ég fór hérna á Google, Liam Hemsworth, og ég er búinn að skrifa Liam Hems og þá Google fyllir svona upp í og það stendur Liam Hemsworth and Miley Cyrus. Já, það er einmitt maðurinn hennar, eða svona kærastinn hennar, þau eru núna trúlofuð og ég, samt sko, nú verð ég að spyrja það, Bjössi. Nú ert þú svona ungur og leikuðir eins og Miley Cyrus. Já, við erum jafngömmul. Hún er 19 ára reyndar. Liggur eitthvað á? Hvað þarf að gifta sig á þessu ári? Kaninn er svo mikið svona. Það er bara, þau þurfa alltaf að gifta sig og þess vegna líka er allt þetta liðið, sérstaklega í Hollywood. Það er bara allt hérna búin að skilja 5 sinnum, sko. Ef ég væri Hollywood-stjarnan, þá var ég örugglega 3 skilin. Já. 31 árs. En þú ert íslensk Hollywood-stjarna, Auðun. Já, takk. Legend. Ég skil ekki hvað málið er að þau eru allavega trúlofuð og stefna að gifta sig á þessu ári. 19 ára, ég meina 19 ára þá vissi ég ekkert. Kannski Miley Cyrus svona mun þroskaðri með aldur. Já, þetta ég var þegar ég var 19 sko. Þegar ég var 19 ára þá var ég að hoppa á gáma á Akureyri Verslunarhelgi. Ofurölvi sko. Ég var ekki að fara að gifta mig, það er nokkuð ljóst. Það er ekki töff. Nei, það var ekki töff við það og hvet enga til að leika það eftir. Síðasta slúðrið er af strákunum í Hangover. Þeir Ed Helms, Zach Galifianakis og Bradley Cooper hafa allir samþykkt það að leika í Hangover 3. Sæll, var ekki Hangover 2 sann svo léleg?
Fannst þið það? Ég sá hann ekki, sko. Ég sá Hangover 1, mér fannst það mjög skemmtilega. Svo var allir eitthvað, Hangover 2 Ertu ekki búin að sjá Hangover 2? Nei, það voru allir eitthvað, hún ekkert spes og hún eitthvað 6 klukkutímar og eitthvað. Ég hugsaði bara, ég þarf að vera að æfa í Tetris og eitthvað, ég get ekki farið að horfa á Hangover 2. Sko, hún alls ekki léleg. Eina sem ég sagði Hangover 2 var það, ef Hangover 2 hefði verið Hangover 1, þá hún ógeðslega góð. En ég skil samt ekki okkur að þeir þurfa aftur að vera þunnir og gleyma öllu. Ég náði því ekki. Eru þetta einhver rök bara, ef að Deuce Bigalow hefði verið Shawshank Redemption, þá væri hún geðveik? Nei, ég að segja bara plottið var svo svipað. Okay. Og það var búið að svona, þeir týndust og mundi ekki neitt. Já. Það var svolítið búið, fannst mér. En hópurinn og leikararnir eru það fyndnir og það hefði alveg rægt að gera ógeðslega fyndna Hangover 2 mynd samt að þeir ekki þurft að gleyma öllu hvað þeir voru að gera, skilur mig. En þeir eru svo þunnir. Já, þeir eru svo þunnir og gleyma öllu og týnast. Já, þunnudagur hjá þeim. Já, þannig að kannski verður Hangover 3, já, svona eins og fyrstu tvær bara, allir þunnir og búin að steingleyma. Já. Hvernig varst þessi slúðubæki? Þetta voru ekki bara 2 slúður? Nei, 3 slúður. Ég er alltaf með 3 slúður. Já, mér fannst sko... Það var ekkert þá þéttasti, ég viðurkenna. Fyrsta var sko, ég held að bara sko okkar hlustendur sé ekkert mikið að pæli Richie Sambora. Ég ætla bara að gefa þér bara gagnrýni á hans slúðbaka. Já, þú vilt meina að fólkið sem er að hlusta á FM 957 sé drullu saman Richie Sambora, Heather Locklear og Dennis Richards. Já, ekki bara þeir sem er að hlusta á FM 957, þetta er bara flestum Íslendingum sko. Já, ok, við ekki hana. Svo komstu með Miley Cyrus slúður, það var bara, þú veist, það átti alveg heima, þetta var kannski mesta slúðrið, þetta er alveg búið að vera í fréttum, þú veist, þetta var ekkert skúpi í þessu, en jú, það var bara fínt. Okay. Og Hangover, ég verð bara að segja Auðun 2 stjörnur af 5 mögulegum fyrir þennan slúðpakkan. Það er bara skelfilegt. Takk fyrir að draga mig niður. Fáum Young, Wild and Free. 2, kemur 2,5. Wild and Free. Það er, hellingur af fjöri hérna framöndan hjá okkur Bjössa. Þetta eru einhvern þáttarins, Young, Wild and Free. Já, það er svolítið FM, Young, Wild and Free. Já, en jú, það er rétt, við ætlum að hringja í tónlistamannin Jón Jónsson. Já. Því að hann er ekki bara tónlistamæður, hann er líka knattspyrnumæður og hagfræðingur. Já, þetta er, við þurfum eða stríðum svolítið á þessu. Já, nú er hann nefnilega að sko fara að halda fyrirlestra fyrir fermingabörn. Og hvað er Jón Jónsson að fara að halda einhverja fyrirlestra fyrir fermingabörn? Er þetta einhver drengur sem að... Þetta er bara fávitið þessi gaur. Er hann einhver peningasefræðingur? Hann er mjög ríkur sko sjálfur. Já. Hann á mikið af peningum. Veistu hvað það er? Þegar hann drekkur ekki. Já, hann er búin að safna alla hæfi. Já, sem er mjög sniðugt. Hérna hann ætla semst að halda fræðslufundi fyrir ungt fólk. Og helstu atriði sem Jón fyrir yfir eru hvað eru peningar? Hvernig á að spara? Hvað eru peningar? Það lærðu að velja og hafna og svo að lokum peningar og hamingja. Já, þetta er það sem hann er að fara í, hann Jón Jónsson, ég var ekki bara að hringja hann bara kannski núna. Já, gera það, sko, það er líka svolítið skemmtilegt að þetta er allt atriði sem að ég og þú þurfum líka svolítið að fara yfir. Já, hann má alveg kenna mér að henn, sko. Já. Og, herru, þá bara, sko, ég hef með númur annars hérna. Hvenær og hvar verða þessi fyrirlestrar, segir þú? Herru, fyrirlestrarnir verða á morgun, í Borgatúni, í Arionbanka. Og þetta er fyrir, held ég, fermingabörn, eða allavega ungt fólk, ég veit ekki hvort það er fyrir, já. Hérna er það, maður segja, þetta er ekki hérna. Og það er búið upp á gos og pítsu og allan pakkan maður, en ég meina að, þú veist, mæta krakkarnir ekki bara og segja takk til lagið. Jó, er þetta ekki bara eitthvað þannig? Geð okkur peninga. Það er ekkert verið að fá hana því hann er hagfræðingur, sko. Við ætlum að hringja hérna í hann. Tjekka hans á stráknum. Hann er svo upptíkinn, sko. Það hringir allavega. Svaraði þarna hamingjusama gerð. Aldrei sé hann á hans sem sé brosandi. Hann er á. Já, halló. Er það Jón Jónsson? Já, hagfræðingurinn. Sæll og blessaður. Já, halló. Herðu, þú ert hérna í beinni á FM 95 blöð. Það er ekkert annað. Það er, Björn Bragi situr hérna beint á móti mér og við ákveðum að heyra svona aðeins í þér, hvað ert þú að fara að kenna börnum á peninga, ég má spyrja? Ég er bara að fara að kenna fara varlega með allan peningi sem ég fá í fermingagjöf. Já. Ertu basically að fara að segja að maður leggja þig inn í Arionbanka? Alls ekki, sko. Ég er náttúrulega vann sjálfur í Landsbankanum lengi, sko. Þannig að ég ætla ekki að fara að tala fyrir, sko, Arionbanka. Ok, þú verður að velja. Hvort bankin er betri, Arion eða Landsbankin? Ekki gera þetta, Björn. Ég byrjaði í Sparisjóði Hafnarfjarðar á sínum tíma. Ok, veldu. En byrju hérna, en hvað verður til þess? Nú veit ég að, sko, þú ert mjög skemmtilegur tónlistarmaður, Jón. Já. Stendur frábælega það. Takk fyrir það. En betri hagfræðingur. Já, og svo ertu fínn í fótbolta. Já, ég bara alltaf það, skilja. Já, ekki afgóður og ert að syngja. En hvað fær einhvern á Arionbanka til þess að hringja þig og biðja þig að vera með, sko, námskeið peninga fyrir fermingabörn?
Hvað svona, herðu, ég veit, en að tala við Jón Jónsson, nú verðist hann eiga pening, hvaða bull þetta? Já, ég held að það skýnir svolítið að mér hvað ég góður að spara, sko. Já, drekkur ekki. Þú sér það er númer 1, sko. Drekka ekki, hvað fer mikill peningur, hvað fer svona góðri helgi á ykkur í að drekka? Ekki neitt. Og leigubílar included. Allir vilja bjóða okkur í glas. Nei, það er reyndar, það er viðbjóður, ég viðurkenna, það er ógeðslega dýrt. En þú ert væntanlega ekki að fara að kenna fermingabörnum hvernig það var að spara á djaminu, ég ætla að vona ekki. Ég ætla að segja þeim bara að segja nei við eiturlyf, skilur. Og verið í skóla. Verið í skóla. Stay in school, don't smoke crack. Svo er þetta alltaf að spila hana So what, we smoke weed So what, we get drunk Hvernig þetta lag ég meina hvað Þið að fokka upp ungakynsluðinni sko Nei, þetta er bara Snoop Dogg, þetta má í Bandaríkjunum. Já, ég veit ekki Snoop Dogg. En herðan, Björn Bragi með spurningu hérna fyrir þið. Já. Ég vil bara byrja að spyrja Jón, þú veist, það stendur hérna, þú ætlar að segja sko krökkunum, hvað eru peningar? Hvað eru peningar? Peningar? Já. Peningar eru til dæmis Shit, hvað þetta verður fróðlegt og skemmtilegt námskeið sem þetta var haldið að maður. Nei, það eru til dæmis stafall. Þetta er viðurkennt, sko, þetta er viðurkennt skiptimynd, sko. Í gamla daga þá var fólk bara, þú veist, ef þið viltu fá egg, þá þurftu þið bara að láta einhverja kind sem þið áttu eða eitthvað, bara fara til eggjabóndans, bara, henni kind. Þetta er ekki... Nei, þú ert ekki að fara að ná fermingabönnunum þarna, Jón. Jón, þú ert hagfræðingur. Og hérna okkur var að berast spurning sem er til þín þú sem hagfræðingur getur aðeins útskýrt fyrir hlustendum munin á veltuhraða byrða og meðalstöðu byrða. Inn á hvaða síðu ert þú núna? Þetta er ekki neitt sem þú getur hjálpað okkur með? Nei, það er 3 ár síðan ég útskriðast, ég hef ekki vatnað hagfræðibók síðan. Hvernig er aftur álagningar áferðin og hvernig tengist beitt kostnaður og óbeitt kostnaður inn í hana? Ertu ekki viðskiptafræðingur, Björn? Þú ert að fara að halda námskeið hérna. Ég er ekki að halda henni námskeið. Þetta er leiðilegt að heyra ykkur líka tala hérna ykkar á milli. Ert þú ekki hagfræðingur? Ert þú ekki viðskiptafræðingur? Þú er svo fullkomnir. Ég kláraði ekki eins og fjölbreytina, sko. Nei, ég er nefnilega... flottur. Ég kláraði næstu íþróttafræði. Ég get sagt þér allt um meiðsli og svona. En ég er nefnilega, sko, ég ætla að segja, sko, þetta námskeið ætti líka að vera fyrir þig, Öddi. Má Öddi mæta? Hann er velkominn, sko. Þú er að skráði reyndar á Arjafólk.is. Ég reyndar hefði alveg gott að mæta, sko. Ég viðurkenna. Nafn gests, nafn forráðamanns. Þú ert að taka með mig þinn, Öddi. Já, ég get alveg tekið mútið þetta með mér. Þannig að þú ert basically bara að reyna að hjálpa fermingabönnunum með eitthvað. Þú ert ekki bara, veist, ert ekki að fara að spila bara á gítar, eða? Ég er náttúrulega bara að tala í 2 mínútur svo spilaði bara gítarskýri. Það er bara krakkar, starið peningin ykkar. Krakkar, kunnið þetta, when you're around. Þetta og líka peningana, þegar peningarnir er í kringum okkur, þá er allt gott. Starið bara og hlustið á kallinn. Nákvæmlega, ég ætla að segja að maður að spara fyrir komandi plötum. Frá Johnny J. Já, Johnny J. Herri, Jón, alltaf gaman að heyri þér. Farðu varlega. Var þetta að kalla Benson samt? Var hann ekki með ykkur hann að borðið þér og sveppa hann á ásatíðinni? Já. Var hann ekki að reyta af sér eða? Kalli Benson? Já. Já, hann er alltaf, það er bara, það er eitt brandar af, þetta er eitt brunnur af bröndurum. Nei, pældi í sem gæja, þú veist, hann tekur bara, sko, hann getur tekið dauðan hund og gert það Ungfrú Ísland, sko. Hefur þið séð það fætti á hann, eða? Hann er ekkert smá hæfileikari. Gaurin er legend. Þetta er legend. Ég gæti ekki verið meira sammálaður. Það er later, bye. Þetta er svo steikt kveikið, það næri ekki nokkra átt, sko. En þá vitið það... Þetta er maðurinn sem er að fara að kenna æsku landsins og peninga. En þú heyrðir samt alveg, við ætlum svona að reyna að hanga ná þessu, þú veist, en hann er svona típa, hann getur talað svo út úr öllu, því hann er svo glaðlindur alltaf og... Hann er með teflon húð á skot. Já, það er mjög erfitt að hanga hann, sko, en hann vissi ekkert hvað hann var að fara að gera hann. Nei. Hann djóka bara. Herru, við vorum að tala um Ritchie Sambora á hann og Bed of Roses. Það er komið hérna smá mánudags, svona rólegheit fyrir fólk sem er að keyra heim í rigningu og roki. Þetta er Bed of Roses með Svessaberg. Svona tímum þegar maður væri til að vera bara með rigningun á rúðunni. Vera einn að keyra í bílnum kannski á leiðinni í Bláa lóni bara. Eða bara on a bed of roses. Já, liggja bara on a bed of roses. Er aldrei svona, finnst þér ekki oft ríkala kósi að vera bara einn í bílniðinum þegar það er ógeðslegt veður og vera að hlusta á eitthvað svona, veist, ég er ekki að tala um að fara að grenja, en svona einhver róleg kósi. Tárast.
Já, það eitthvað svona, þá var oft fínt að vera bara einn í bíl í vondu veðri. Ég sammálaður, mér finnst kósí að keyra á kvöldin og hlusta á góða tónlist, sko. Já. En í framhaldi af þessu, þetta Bed of Roses dæmi, hérna rúm með rósablöðum, maður hefur séð í bíómyndum, hefur einhvern tímann vitað einhvern sem gerir þetta bara í alvörunni? Já, ég held það nokkur í Íslandi, kemur ekkert óvart ef að Fjölnir Þorgeirs hafi til dæmis gert þetta, rómantískasti maður Íslands. En hann náttúrulega ekki human being. Nei, hann what a man. Já. Það enda, nei, þetta einhvern veginn ekki eitthvað sem ég myndi að gera. 10 rósir kosta bara, sko, 10 skall eða eitthvað, sko. Ég var nú ekki að spá í kostnaðinum, það ekki með þessu, sko. Ég bara meina, þú veist, ef þú ætlar að þekja herbyggi í rósablöðum, eða þessi kostnaður upp á 400-500 Má hvað þetta fljótt að hækka hér, þetta áttar það sem geta það með peningin. Þetta bara komið upp í svona 400-500 Já, ég að segja, sko, 1 blómvöndur, skilur við, það, og sko, ef þú rífur... Nei, þetta kostaði kannski 7 skall eða eitthvað og kaupir nokkar rósir og dreifið 50.000 lágmark, sko. Ég ert að tala svo, þetta verður það mjúkt og getur sofið í þessu. Það nú að dreifa rósablöðum herbyggið. Já, það ekkert svo dýrt, ég veit að það fullt af Íslendingar sem hafa gert það. Nefndu mér 1. Ég held að, ég held að. Nei, ég veit einn, en ég held að hann myndi ekkert vilja að ég væri að ræða það eitthvað hérna í útvarpinu, sko. Nei. Ok, það allavega einn sem var með mér í 70 mínútum hefur gert þetta, orðan þannig. Ok, til þess að vera romantískur. Já, og það var eitthvað, þú veist, anniversary eða eitthvað svona, og vorum að saman eitthvað viss tíma og voru saman á hótelherbyggi eitthvað, og það var, þú veist, voru romantískt. Hann ákvað bara að taka ævisparnaðinn og sólendum í Bed of Roses. Hann þurfti ekkert að fá okkur til að skrifa upp á lán fyrir þessu held ég, sko. Ég held að það sé bara að taka nokkra rósir og dreifa þeim herbyggi. Þetta dýrt og þetta ábyrgðarlaust. Hefurðu einhvern tímann verið að, sko, hvenær færðu, eins og nú ert þú að skemmta mikið og svona, hvenær færðu svona þína bestu, hvenær finnst þið þægilegast að vera svona creative? Það þegar þú ert einn í bílnum, það þú ert að fara að sofa? Það góð spurning, sko. Ég held að sé, já, það svona sent á kvöldin þegar maður svona í smá svona galsa, sko. Já, í samanlegi. Annarkvort einn í bíl, þá svona skrifa oft niður ef það eitthvað svona punta sem ég langar að gera annarkvort í útvarpinu eða þegar ég að fara að sofa. Það ofta ógslóþæl, þá maður stundum að stökkva fram og byrja að skrifa bara eitthvað þegar maður að fá svo stundu vakna bara eftir og þá er þetta mjög steiktur og lélegar hugmyndir, sko. Já, ég samt samanlega, þegar maður einn með sjálfum sér og ég líka, sko, mér finnst oft þegar maður er kannski að æfa einn eða hlaupa eða eitthvað svoleiðis með tónlist og maður byrjar að sjá eitthvað fyrir sig við tónlistina. Já. Þá svona kom einhverjar hugmyndir. Akkurat, þannig að það heyrið þar kæru hlustendur. Það að gera að, fara stundu bara einn á rúndinn og vera með vondur og hugsa með sér af hverju var ég að skrifa upp þetta lán fyrir pappa. Við ætlum að fara í örstuðar auglýsingar og svo heldur gleðin áfram. Þeir eru félagar þínir, Kristján Ingi og Ási Guðna. Félagarnir á FM 957. Heiðar Austmann í boði KFC. Smeltu þér á kjúklingaborgara á KFC. Aðeins 699 krónur. KFC, svo gott. Það Kóngurinn Grafarholti sem færir þér félagana á FM 957. Kóngurinn Grafarholti. Live tónlist öll 50-dagskvöld. Happy hour milli 10 og 11. Þar sem þú færð 2 stóra á krana og 2 skots á 1000 kall. Kóngurinn Grafarholti. FM 95 blöð í boði. Lakkeró, ekki fyrir fótboltastráka. Nýtt hjá Kredja. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredja, láttu það eftir þér. FM 95 blöð á FM 95. Baby What If með Jason Derulo. Þeir að hlusta hérna á FM 95 blöð á FM 957. Ég og Björn Bragi verðum með ykkur til 6 í dag í miklum feeling. Nóum að vera í okkar strákunum, það styttist í, skal ég ykkur segja, hérna netmissnotkunina. Svo erum við með hvað að gerast á Barnalandi eða lífið í Barnalandi eins og Björn segi kalla það. Og svo erum við með skemmtilegt viðtalinu eftir og fleira, þannig að það er nóum að vera hjá okkur strákunum. Pínu klúðurinn í gangi, hann ekki innan Björnsi, ég bara einn, hann ætlaði rétt að skrepa á klósettið og ekki enn kominn, sem mjög leiðilegt því að ég var búin að undirbúa hérna sturla staðreyndir. Ég með þetta allt klárt hérna fyrir hlustendur og ætlaði svona að fara hjóli í það leið og hann kæmi. Mér finnst ekki gaman einhvern veginn að lesa sturla staðreyndir ef ég fæ ekkert feedback á það. Það er þetta svona misgott feedbacki sem ég fæ, stundum fæ ég svona gerfi feedback og annað. Hann verðist ekkert vera að koma hérna á alveg næstunni. Þannig að það er alveg spurningum að við hendum í eitt lagi viðbót og förum svo í sturla staðreyndir. Við ætlum að setja hérna á Ég farinn með Úlfur Úlfur og menn ég læt Björns aðeins heyra það. Ég með sólinn í augunum og ég sé ekki neitt, við erum bæði svo þreytt og dagarnir líða hjá. Svo bjart það sást og ég missa það
átti við vel við í síðustu innkomu. Ég er farinn. Björn Bragi fór á klostið og lét svo bara ekkert sjá sig aftur. En sem betur fer hefur hann ákveðið að mæta aftur innan til okkar og ég býði velkomin, Björsi. Takk fyrir. Ég ábúðslega tíma tók þetta. Væri ekki fyndið samt ef að þú væri eitthvað annir komin aftur og það væri komin einhver allt önnur rödd. Já, bara einhver nýr maður. Sem að leika mig. Já, það er eitthvað sem nær þér. En væri samt svona, sko, ef ég myndi ákveða að láta mig hverfa, þá finnst mér að þetta vera svona mómenti, bara, heyri, ég ætla aðeins að stökkva fram, og þú veist, já, hann er frammi, en hann kemur eitt smá stund. Þú væri að hugsa bara djöfullega leðilt, ég er bara farið. Þú sér mig aldrei aftur. En það ég fann samt, sko, þetta er í fyrsta sinn sem við fórum í loftið að ég er einnendaður að koma í innkomu og veit ekki, þetta var mjög steikt og ég fann bara hvað ég var vulnerable. Já. Þegar ég var svona einn, en þú getur ekki logið hvorki að mér nýja hlustundum og að vera að pissa, því miður. Nema klósið að vera upptekið og verið í vesinni, þú veist að bíða lengi eftir að komast inn á það. Kannski súli. Ég ætla bara ekkert að segja neitt hvað ég var að gera. Nei, en það kemur okkur það bara ekkert við. Nei. Það er fallega þetta allt saman. Það styttist hérna í lífið í barnalandi og það styttist líka í netmisnotkun og það veit svo skemmtilega til að við Björns erum með nýtt fórnalamb í dag. Já. Við náttúrulega tjekkum aðeins Óla Geir og Völu Grand og þessu sirkuslið okkar. Já. En við erum með nýtt fórnalamb engu að síður og það er eiginlega alveg ótrúlegt að hann skulle ekki lent í netmisnotkunni hjá okkur áður. Því að hann er mjög aktífur inn á Facebook. Ég er nefnilega sko, þegar við ákváðum að taka hann Hyper jákvæður, já. Þá hugsaði ég sko, þetta gæti orðið svona bara ný aðalpersóna. Já, við getum alveg leikið okkur aðeins með hann sko. Óli Geir, hann er búinn að vera svona bara, þú veist, einhver bara aðalpersóna þáttarins í þessum hluta. Já, hann er líka, Óli Geir fann að passa sig svolítið. Já. Hann fann að vita að við tekkum á honum alltaf á mánudögum og hann er hættur að setja skilur að vara pissa allsber og eitthvað svona. Hann er búinn að þroskast hans í statusum eftir við fórum að fylgjast með honum. Er þetta getið? Já, ég myndi segja sko að það má líka þessu við hérna 2.5 Men, Óli Geir Charlie Sheen og hann er núna orðin alveg sturlaður á Facebook sko. Spurning hvort hann er of sturlaður og við þurfum að fá einn nýjan karakter og þá gæti það verið svo sem við erum að taka eftir að hann sé Aston Kutcher. Já, ég vil samt meina Óli Geir sé búinn að þroska svolítið sem við byrjum að taka hann í gegn. Ég vil meina þessi þáttur hafa verið þroskastið fyrir hann. Já. Hann er hættið og hvað langt hann sagði var að pissa allsber og eitthvað svona eins og hann var í byrjun. Hann var alveg snarruglaði fyrst. Svo núna virðist hann búinn að svona aðeins róa sig. En það er svo komið að dagskrárlið sem heitir Sturlaðar staðreyndir. Ertu til í það, Bjössi? Yeah! Ok, ég verð samt að vita hvernig ég á að bregðast við. Þú varst óánægður með þegar ég var að hrekja þér. Já, ég veit bara, ok, verður núna bara eðlilegur. Ok, ég ætla að vera eðlilegur. Má ég þá segja stundum, ég held að þetta sé kjafta. Já, þú mátt bara, verður bara þú sjálfur núna, alveg gjósanlega. Alveg í sjálfur, ok. Klár. Þetta heitir Insane Facts og það vil svo skemmtilega til að þetta er allt satt. Þetta eru sturlaðar staðreyndir og ég byrja. Mjólkin úr flóðhestum er bleik. Mér finnst það mjög skrítið og mér finnst það mjög athyglisvert og ég myndi vilja sjá þessi mjólk. Já, sama ég hugsaði. Myndur þú drekka hana? Myndur þú smakka hana? Ef einhver myndi segja mér að það væri í lagi, þá myndi ég smakka hana. Já, það væri kannski gott TV. Það var gott fyrir sjónvarp. Já. Maður smakka bleika mjólk. Það væri nú bara nóg að vera með flóðhest til að búið til gott TV, sko. Já, reyndar. Það er að segja að það myndi ekki drepa þig. Þetta er stór hættuleg kveikindi. Já. Vissu það? Það er að geta fullt að liði. Var þetta önnur staðrind? Nei, ég er bara svona, ég er að sýna hvað ég veit mikið flóð. Flóðhestur eru hættulegir. En myndi maður samt ekki, veist, er þetta bara hvað ég er einfaldur? Ef ég myndi sjá svona bleika mjólk og flóðhest, ég myndi gruna að vera jarðarberabræðinni. Ég hugsaði líka í alvörunni að það væri eitthvað bragð af henni sko. Það væri ekki bara venilegt mjólkurbragð. Nei, ég hugsa hún sé ekki góð. En jæja, herðu, þetta var nú bara fyrsta staðreyndin hérna. 90% af karlmönnum í Bandaríkjunum eru umskornir en aðeins 30% af öllu karlmönnum í heiminum eru umskornir. Þetta finnst mér skemmtileg staðreynd af því að sko, maður er að sjá, má ég tala um staðreyndinar jafnóðum? Já, endilega. Þú veist, maður er að sjá eitthvað svona Sex and the City, eitthvað svona þætti og það er þetta bara, oi, hann er ekki umskorinn, oi. Já, nákvæmlega, ég væri bara að tala um ógeðslegur hann. Já. Þú ert líka, já, við erum báðir með hjálm. Við erum í hjálm. Okay. Hérna, og bara næstu því allir sem ég þekki. Í rauninni veit ég bara um einn mann sem er umskorinn. Hver er það? Jóhann Alfreð í Mið-Íslandi. Já, ok, er hann umskorinn? Já. Ná, skemmt. Hann er gyðingur. Ok. Hérna, Hressandi mánudagsspjallinir á Strákunum. Já, þannig að hérna, mér finnst þetta athyglisvert. Og ég trúi að þetta sé hlutvallið. En sérðu samt, það er bara 30% heiminum, en þetta er rosalega algengt í Bandaríkjunum. Er þetta út af svo mikið að gyðingum í Bandaríkjunum, með það máli? Nei, það er ekki svona stórt hlutfall gyðingar. Nei, ekki 90%. Nei. Ég held að þetta sé bara eitthvað svona culture. En líka svo fyndi, ég man eftir einum Friends-þætti, þá bara fékk Joey ekki hlutverki af því að hann var með skinn, var með forhúð, hjálm. Þannig að hann var ekki umskorinn, sko. Var ekki þannig að hann var umskorinn og hann átti að vera með forhúð þannig að hann var að reyna að setja eitthvað kjötbita að maður sig. Já, ég er að segja það. Já, þannig að þetta er virkilega algengt í Bandaríkjunum og þá vitið það strákar eða eru að fara út í skóla eða annað. Já. Þið getur lent í ykkur vesinni. Umskera sig fyrst. Já, nei, en bara svona vera öllu viðbúnir. Já. Getur svona lent í ykkur sem að einelti kannski. En það er bara því að þið eru öðru í þessu. Þá var það karlmenn, næsta staðreind, karlmenn eiga að meðaltali 7 lovers yfir ævina en konur 4. Þetta finnst mér allt of lágt tala.
Og þá ekki að segja að ég sé... Nei, og ég viss myndi koma með eitthvað svona. Ég ætlaði að fara að verja mig gagnvart þessu skoti, sko, eða gegn þessu skoti. Já. En er það, þú veist, konur 4 lovers yfir æfina meðatali. Þá var að tala hérna an average woman. Ég myndi aldrei sója á stelpu nema ef ég verið búin að lengi með henni og ég elska hana af öllu hjarta. Já, sem fallegt. Og ég kann að meta það, en mér finnst þetta samt lág tala. Já. Heldur þú kynnist ekki 7 konum? Það samt sko, þetta ekki average? Þú veist, þú ert með einhvern gaur sem sefur hjá 100 stelpum. Já, þú veist meina það náttúrulega ekki allir strákarnir að núti með svona þykkt dökkt hár og í liðu ekki eins og Björn Bragi. Ertu að segja það? Það var ekki það sem ég ætla að segja. Ég ætla að segja að það er fullt af fólki sem kannski... Sem bara ekki Björn Bragi. Já. Þannig, ok, sorry. Aðsýði það er fullt af fólki sem ekki Björn Bragi. Nei, ég ætla að segja það er fullt af fólki sem kannski giftist æskuástinni. Þar ertu komið alveg slatta sem bara með 1 lover. Góður punktur. Svo ertu með nokkra sem eru með 30 lovers og þetta er bara meðaltal. Ég er sammála. Af því ég var nefnilega með sturla staðnum daginn að 40% af Bandaríkjamönnum giftast high school sweetheartinu. Þannig að þetta er góða punktur hér. Ok, næsta sturla staðrind. Gaurinn sem hannaði Nike-merkið fekk $35 eða tæpan 5.000 kall fyrir það. Það finnst mér athyglisvert. Já, og ömurlegt. Herru, má ég bæta einnig sturlari staðrind við þessa? Já. Hérna, gæinn sem fann upp Tetris-leikinn, sem nú það sem ég gerir mest af í lífuna að spila Tetris. Það var einhver Rússi og svo bara tóku yfirvöld bara þennan leik og seldi hann bara eitthvað hræódýrt, bara þú veist, þau bara eignuðu sér hann, Sovétríkin. Og hérna, hann bara fekk ekkert og á ekki krón í dag, en þú veist, þessi leikur náttúrulega gæti verið bara milljarða virði. Já, þannig að hann fekk aldrei peningin sem að standa. Fekk ekki raskat. Spaði samt líka ömurlegt. Þetta er sennilega eitt vinsælasta svona vörumerki í heiminum í dag, Nike, og fá $35 fyrir það. Mjög, og Tetris besti leikur í heiminum í dag. Já, það eru þá á næsta. 1 af hverjum 5 segast hafa mýið í sundlaug. Já. Já, sammála því. Ég held að sé miklu fleiri. Já, hefur 1 af hverjum 5 að meðaltali, skilur. Já, þú veist, ef þeir hafa einhvern tíma gert það. Já, þetta sé bara mýið að bara gera það reglulega. Sem frekar það kannski. Þá finnst mér þetta frekar hátt. Og ég vona að það sé ekki svona hátt. Hefur þú mýið í sundlaug? Þú veist, þegar maður er krakki, pottet. Já. Hvað, hefur þú ekki mýið í sundlaug? Ekki svo í muni. Víst. Nei, ég sko trúðu mér að ég er engin engill, en ég einhvern veginn hendi mér alltaf upp á klósett, sko. Ég drulla mér upp úr. Já, ég gera það. Það er bara svo subbulegt, maður. Auðvitað, ég hef alveg gert það undanfarin svona áratug. En þú veist, jú, auðvitað, einhvern tíma þegar maður er krakki þá hefur maður mýið í sundlaug. Já, kannski. Nei, kannski eitthvað svona litla barnalög, eða veist, svona bara plastlög. Herru, þá er það næsta. Menn, við eyðum 2 árum af ævi okkar í símanum. Sturlu staðrind. Ok, þetta held ég sé ekki rétt. Ok. Mér stóð of hátt. Of hátt, já. Þetta er samt, nei, maður er svo mikið í símanum. 2 ár? Já, af kannski 80. Ég held að það sé rétt. Þumallinn á þér er jafn langur og nefið á þér. Sturlu staðrind. Sér að prófa þetta? Já, það stendst. Þannig að þeir sem eru, först á rauðum ljósum eða eitthvað, þið getið tjekkað á þessum. Já. Tölfræðilega eru meiri líkur á að belja drepið þig en hákall. Það fannst mér skemmtileg staðrind. Já, ég held að þetta sé rétt, af því að það eru svo fáir sem að komast í tæri við hákalla. Já, en fullt af fólki sem hefur traðkað orðið undir belju. Já. Þeir bara, nei, ég ætla ekki út í þetta. Herri, 56% karlmanna vilja vera með stærra tippi. Ég held að það er alveg það. Sturlu staðrind, já, ég hugsaði með þessu sjálfur. En er þetta eitthvað... ég er ekki, þetta er engin dónaskapur að neitt, en ef að kæmi einhver andi hérna út úr svona krukku og myndi bjóða þér að bæta hans við hann, myndir þú að gera það? Sko, þetta er samt eitthvað sem ég hef aldrei pælt eitthvað í, sko. Nei, ekki hefur. En ég meina... En pælti ég núna? Má getur alltaf gert betur. Ég er að segja það, ég er bara einn af þessum gaurum, ég veit alltaf að gera betur. Já, jú, ég myndi maður ekki alveg henda einhvers, nei, ég veit ekki, segð mér það. Jú. Það er ekki hægt að vera stærri. Þú ætlar að segja þetta? Ég hefði frekar, það er svo margt sem ég hefði frekar gert en að segja þetta. Herru, þú deilir afmælistegi með 9 milljón manns í heiminum. Sturlu staðrind. Ok, ég trúi þessu. Svo er það síðasta, þú eyðir 2 vikum á æviðinni á umferðarljósum. Sturlu staðrind. Sæt. Já, þetta voru sturlaðar staðrindir og já, ég vil bara þakka fyrir að hafa verið svona eðlilegur og venjulegur með mér í þessu. Mér fannst þetta mjög góður sturlaðar staðrindipakki, því að mér fannst hann sko, hann var svona, það var svo mikið að því einhverju svona sem ég fannst alvöru athyglisvert. Já, svona, okay. og eitthvað svona sem ég trúi í raun og veru, sko. Ok, nú varst ánægð með hann að pakka. Já, glæsilegt. Mannst ég var ekki á stjörnur, ég gæði 2,5 fyrir slúðrið, ég gæði 4,5 fyrir sturlaða staðrindapakkan. Takk kærlega fyrir það og það sem ég ætla að gera núna er, ég ætla að svindla þess, ég vona ég fá ekki mikla skammi fyrir þetta því að þetta lag er ekki inn á FM 957 sko playlistanum og ég veit að það er sko margir í bílnu núna en að því vorum að tala um án svona lög þú ert að keyra einn heima mánuði. Nú ætla ég bara að gera það fyrir hlustundur, ég vona þessu sammála með þér. Ef ég var að keyra heim núna einn í bílnum þá væri ekkert lag sem ég myndi meira vilja heyra en þetta núna. Í rok og rigning og svona viðbjóði
þá var ég til að hlusta þetta. Mjög gott. Þannig að henda þess á. St. Louis engin venjulegur borgari. St. Louis baconborgarinn á Grill 66. Ef þú biður eitt svoleiðis, þá vitum við að þú ert sælgeri sem vil hafa bragð af matnum. Þú finnur Grill 66 á völdum ólístöðum. Grill 66 betra grill við veginn. Dominos kynnir stórmyndana The Hunger Games. Happy Hunger Games, ladies first. Heimurinn fylgist agndofa með í stórkostleg spennumynd sem heltekur þig allt til enda. Did you say to your sister when you volunteered for her? The Hunger Games, eitt stærsti kvikmyndaviðburður allra tíma. Komin í bíó. FM 95 Blö í boði. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Nýtt hjá Kredia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredia, láttu það eftir þér. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Það svo hárrétt hjá honum, þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Autu og Björn Bræði með ykkur hérna til 6 í dag í miklum feeling og já, ég var að spila hérna Fake Plastic Trees með Radiohead og fyrsti maðurinn til að senda mér SMS var mínibarinn Rikki G. Bara spurði hvort ég var þunglindur. Þetta að mínum að eitt besta lag allra tíma. Já, og Rikki, þú ert að hlusta. Það styttist örugglega Kelly Clarkson hérna fyrir þig eitthvað. Nú fara það á eftir, kallinn minn. Kemur Rikki G eftir okkur eða? Jú, hann hérna klukkan 6. Þá getið þið slögt á. Þá spila hann bara svona langar að spila. Það ekki reynda með fínan smekk en það hins vegar komið að lífið í Barnalandi. Rétt. Okkur erum við ekki búin að gera trailer fyrir þetta. Við erum algjör lúðar. Já, af því að við munum alltaf bara þegar við erum að byrja á þessu. Þegar við erum auðmíkjar. Akkurat, en það eins og komið að lífinu í Barnalandi og fyrir ykkur sem að hlusta fyrsta sinn að þá, já, allt sem að verður lesið upp núna inn á barnalandi.is og já, við erum bara svona, hvað ég að segja, við erum bara að koma áliðs. Já, við erum bara sendibóðar. Já, þannig að það má ekki drepa okkur, en ég held reyndir að það sé, er það ekki búin að vera nokkuð dannaðar þessa vikuna, stelpunnar? Jú, þetta allt alveg fyrir ofan beltistað, sko. Og þessi strákar þarna, sem það inn á milli, heldur að séu margir strákar inn á Barnalandi. Við vitum að Ingo við ykkur er hana, mamma 4. Mamma 4, já. Það Ingo, eða sjá hann. Svo var einhver gaur hérna daginn, manstu, sem var að fjalla eitthvað. Ég hugsa, svona án þess að íkja, þá myndi ég halda þetta væri kannski svona 2-3%. Já. Þannig að ef það einhverju strákar að hlusta sem inn á Barnalandi.is, það kannski eitthvað. Ég þekki það ekki alveg, sko. Nei, þetta ekki. Herðu, það Kúluhús sem að allar að hefja leik í dag. Já. Og Kúluhús, skemmtilegt nafn á þessari stelpu. Já, hún segir kærasti sem kissir illa. Okay. Ég á kærasta sem ég elska að sofa hjá en að kissa hann turn off. Hvað get ég gert? Þetta spyr Kúluhús 25. mars klukkan 2:30 að degi til. Já. Og hún hefur verið heima að spá í þessu eitthvað. Já, hérna, þú veist, það svona flest kommentin eru bara kend honum að kissa, getur ekki kend honum eitthvað bla bla bla. Kista hann og segðu honum að taka ekki á móti kossunum, heldur sýnd honum hvernig þér finnst gott að kissa og sjáðu hvort hann náði þessu og fylgi þér. Taktu pildin í kennslustund. Ég hef kysst 2 sem kissa illa, annar var eins og þyrluspaði, sneri tungun í milljón hringi og vonlaust að fylgja honum eftir. Hinn hreyfði tunguna ekkert, hún lá eins og slitti í kjurr og lét mig alla vinnuna. Hvort myndið þú vilja vera með þyrluspaðan eða dead tongue? Er ekki dead tongue betri? Já, heldur en þyrluspaðin. Já, þyrluspaðin sé eitthvað creepy, sko. En hvað, Auðun, þú ert mikill sérfræðingur í að kissa. Mikið rétt. Maður hefur kysst eitthvað í gegnum tíðina. Já. Nei, ég er engin sérfræðingur, en sko málið ég myndi samt segja að þetta væri eins og ef að kærastinn eða kærastan antúl, þetta eitthvað sem þú ert að segja hún. Já. Alveg pottið, sko. Því að ekki það, það enginn að fara á einhver námskeið í að hvernig að kissa, en ég held að sé ekkert neitt voðalegt vesen að svona, kannski aðeins að ef þú ert búinn að segja hana, reyndar, ég held að það sé ekkert að fara að trufla ígóið hans, þá myndi hann kannski, nú hvernig er það að gera þetta? Bara kondómsið mín, og svo sýnir það bara. Já, ég er ekki, sko, í kossamálum, er ekki lykilorðið less is more. Jú, það er ofta. Það er ekki í þyrluspaðanum. Nei, þyrluspaðan er ekki góður. Nei, vera bara aðeins slakari, sko. Já, það er líka hrikalega vont ef að komið að þér full force. Við erum lent í því. Já. Það er bara svona eins og það er eins og sér að ná í eitthvað í hálsunum að þér. Það er ekki gott. Já. Það er bara svona, byrju hvað var ég með, var eitthvað fast að það? Nákvæmlega. Þú vilt það ekki heldur? Less is more. Já, ekki engan þyrluspaða og bara svona róa sig. Og líka að fólk á að tala þetta. Það er alltaf lagi að segja, heyrðu, þú veist. Auðvitað. Og þá þarf líka að gefa hrós samlóku. Þú veist, hún segir, sko, þú veist, hún byrjar á hrósi, svo kemur hún að gagnrýna og svo kemur hún annar hrós. Þú veist, þá segir hún hana. Og eitthvað sætur. Já, þú ógeðslega sætur og... Kannt ekki að kissa en djöfull ertu góður í rúminu. Já. Akkurát. Það er samlókun á þetta. Djöfull er allt leiðilegt þegar maður er hættur að drekka, segir Háskólinn. Já. Þetta nafn hefur nú verið áður hjá okkur. Háskólinn er aktífur þarna. Já.
næst og það hérna sakna tilfinningunar að vera léttur. Varð að hætta þessu, lenti ómörgum bömmurum. Það samt ekki bara sem gerist fyrir flesta annars lagið? Eða maður kannski bara einn af þessum 80% Íslendingar sem kann ekki drekka? Get ekki ímynda mér að grilla í góðu veðri í sumar og get ekki verið með eitt kaldan á kantinum. Þunglindi, fílugall. Já. Hann er þunglindur yfir þessu. Þá kemur einhver sem ákveður svona að hjálpa honum aðeins. Það Júl Brynner. Ekki lengi að svara. Áfengi ofmetið, fáðu þið bara eplasafa. Sennilega versta svar sem ég heyrst. En Júl Brynner reynda bæti við að eplasafi gerir mann ekki þunnan. Lætur þið ekki að eyðum efni fram og lætur þið ekki fá bömmir. Já, hann kemur með það seinna. Ef þú myndir drekka jafn mikið eplasafa og þú drekkur af bjór, þá myndir þú líða mjög jafn illa, sko. Já, þú myndir taka sömu lítrana. Alveg pottið. Burrarinn segir, fyndið það, þegar ég kvíðinn og þunglindur, þá langar mér alltaf mest í áfengi. Já, það eitthvað sem að burrarinn ætti kannski að fara íhuga. Já, þetta er ekki ákvæmt. Skoða, nei, maður á ekki að drekka til þess að... Maður á að fá sér í glas þegar maður að fagna eða þegar það er gaman, en ekki svo að verði gaman. Já, en það nú sko... Það nú samt áhyggjefni ef að það allt leiðilegt þegar maður hættir að drekka. Ég ekki sammálaði. Ég tók náttúrulega janúarblöð og eins og ég hef nú alveg komið inn á þessum þætti að þá fær maður sér nú alveg 1-2 kaldaðastundum. En mér fannst það nú bara eitt svona þægilegasti mánuður sem ég teki. Það sem að háskólinn þarf að gera þessi strákur, ég held þetta sé strákur, að hann þarf bara að finna sér, hann þarf að fara að stunda líkamsrækt eða finna sér bara eitthvað annað að gera. Já. Algjörlega, ég meina ef öll áhugamálum mann snúist í kringum eitthvað sem þarf að vera að drikja involved, þá það er ekki gott. Nei, saman á. Herðu, við höldum áfram massaðar stelpur og það er Lía22 sem talar. Kannski er þetta bara ég, en finnst ykkur flott þegar stelpur eru svona hel massaðar eins og gaurar? Þá meina ég ekki tónaðar, heldur massaðar, stórar axlir og svona. Eru strákar mikið fyrir þetta? Bara pæling. Hvað segir þú Auðun? Nei, ég er ekki mikið fyrir þetta. Ekki ómassaðar? Nei. Allt í lagi, þú skilur, það var línur og svona og það er ekki að sama verið í góðu formi og vera mössut. Nei, en átti ekki líka bara við bæði kynin. Það er flottast að vera bara í góðu formi, svona hreysti, svona íþrótta líka með, sko. Já. En þeir eru komið til öfgar. Já, ég veit, þetta er eins og þegar ég var að byrja að æfa hjá Agli fyrst og þá fannst mér bara eins og hann ætlaði bara að henda mér í dyrnar og glaumbar, sko. Ég nennti því ekkert, ég nenni ekki að standa, ég nenni ekki að vera svona kubbur. Einmitt. Þannig að þá líka bara bæði við konur og kalla, sko. Laugrétt. Hérna, að taka upp ættarnafn maka, spyr tök. Og þetta fannst mér bara svona svolítið athyglisverð pæling. Þú veist, ef maður, sko, nú ert þú til dæmis Blöndal. Já. Gætir þú veist, þegar þú giftir þig, myndi konan geta tekið upp Blöndalnafn? Á Íslandi? Já. Ég veit það ekki. Ég þekki þetta ekki. Erst þú ekki gáðagaurinn inn í stúdíónu? Búinn að vinna Gettu betur og eitthvað? Ég er ekki með eftirnafn. Já, ok. Ég fæddist ekki með silfurskeið í munni og eitthvað eftirnafn. Já, vá, það er eina sem ég þekk. Nei, þetta var svona bara smá pæling. Svo heldur náttúrulega áfram fólk að leita sér læknisaðstoðar á Barnalandi. Ég nenni ekki að lesa þetta allt, en hérna HSE31 er með kúlu aftan á nakkanum, neðarlega við hálsinn og spyr ráða, sko. Þetta er á staðna sem allir er með svona smákúlu báðu megin, veit ég hvernig hún skýra þetta. En vinstra megin er kúla mjög stór og aum, eins og ég sé eitthvað bólgil þarna. Já, ég hef ekki fengið neitt högg á hausinn en eitt, reyndar fann ég fyrir bólu þarna rétt fyrir ofan. Ég skil bara ekki að fólk skuli ekki fara til læknis frekar en þetta. En svo er það uppáhaldið mitt. Já. Síðasta í Barnalandinu í dag. Já, þessi FM 95 blöð þáttur, hér titillinn. Já, og það er Sigurmamman sem er með þetta. Og sko, þetta er nefnilega, þegar ég sá þennan titill, þá var ég bara, fuck, hvað er þetta? Já. Nei, þá er sem sagt könnun. Varstu pirruð þegar Björn Bragi sló þessu upp? Og hún er semst að tala var virkilega engin annar í þessu samfélag okkar sem var pirraður þegar Björn Bragi sagðist vera Íslandsmeistar í Tetris sprint en nefndi svo aldrei hvað tíman hafi náð. Ég hef reynt að hringja lengi inn í þáttinn síðan þá til að komast að því hver Íslandsmeistara tíminn hans er. Ég virti því aðgang minn hér aftur og vil svör. Einnig vil ég skora á hann að segja tíman sinn í þættinum á mánudaginn. Já, þetta var að pirra hana það mikið að hún ákvaða að fara aftur inn á Barnaland til þess að koma þessari spurningu framfæri. Það er líka könnun, sko, hérna, niðurstöðunar áðan voru sem sagt, það eru 61 sem að segja að það pirri þau ekki, þau segja nei, 54 segja ekkert, 3 segja smá. Það pirra það smá og það er ekki tímaðinn. 6 sem að segja já, og ég ætla að segja ykkur tíman. Já. Tetris sprint metið mitt er 56 sekundur og 96 sekundabrót. Já, mér finnst alveg ótrúlegt að þetta skuli vera áhugavert fyrir einhvern annan úti. Ég skora á þá mannesku sem nær betri tíma en ég að gefa sig fram. Það er enginn hérna í Tetris. Sendi mér mail, björnbragi@stöð2.is og ég vil mæta ykkur í bardaga. Já, og þeir sem eru í Tetris svona, góða skemmtun.
Kill You Makes You Stronger syngur Kelly Clarkson og það er vissulega mikið til í þessu en þetta er einhver sem mann finnst ekkert voðalega gaman að heyra samt því að þegar þú heyrir þetta þá ertu búin að skýta eitthvað aðvóðast. Já, hún eða var þetta eitthvað niðri. Nú er ég ekki mest í Kelly Clarkson aðdáandinn eða hlusta mest á tónlistina en er ekki öll lögin hennar svolítið svona eitthvað strong and confident eitthvað ég oft kom inn I can do it on my own. Já, það er bara hérna because of you I only stay too far from the side. Hún er lengt í einhverju leiðinda samböndum, held ég. Ég held að hún sé að glíma það sama á Adele og vinkonu okkar hérna Alanis Morissette. Já. Þetta er svona, það er að geta nýtt sér svona break-ups í lögin þeirra. Já. Þannig að stundum er kannski ekkert gott. Það sé ekki svekkjandi að vera gaurinn sem er svona samið þú veist. Já. Bara, þetta er ekki full harta Adele mín. Já, veitu hvað, þetta var nú ekki svona slæmt. Nei, maður ríkir aðeins í lögunum og svona. Já, ok. Og svo líka bara allir svona sameiginlegi vinir ykkar vita bara, veist, eins og ef að þú væri fyrrverandi kærasti Kelly Clarkson, segjum, og ég myndi þekkja þig vel og þekkja hana vel, af því að þetta er fyrrverandi kærastæðin. Þannig að það myndi svona segja mér að við hann heist nokkru sinnum á. Og svo kemur svona lag út, þá myndi ég náttúrulega segja þig bara, herri Bjössi, hvað getur hún bara ekkert lengur labba á gangstéttum að því að þið hættu saman með það? Hvað varst það að gera þetta einhver? Já, til að skýta þetta Já, þetta er svolítið leiðilegt gagnvart stráknum, sko. Já. Þetta er góða punktur þar. Nú skulum við standa með þeim sem að lögin eru saminum en ekki þeim sem syngja þau. Já, reyndar svo getur verið þetta sé einhver algjöru skítælar, sko. Þá getum við ekki fara að verja á. Já. Svo ég með þá. En ég var að sjá hérna samkvæmt nýjustu könnun og þá stunda fátækir meira kynlíf en ríkir. Og þetta fannst mér svona skemmtilegt að lesa ef ég á verið að viðurkenna það, sko. Er það þá því að þeir hafa ekkert annað að gera þetta? Já, góður punktur. Nei, það stendur nú ekkert að því. Það er verið að tala um urges hérna og það er svona, veist, ég veit það ekki. Já. Það er ekkert að því að, veist, hafi ekki neitt að gera fjandinn. Heldur að ríkið sé á stundum meginn kynlíf að það er svo mikið að gera þeim. Já, þeir eru búin að kaupa alls konar drasl, skilur við, svona eitthvað óþarfa rusl. Já, svo segir man líka það, þeir sem eru ríkir, það er miklu minna að gera hjá þeim. Þeir sem eru fátækir og stundum í tveim vinnum, þeir eru að reyna að, veist, afla sér tekna. Að menna ríkir hafa minna að gera stundum. Já, ég held að þetta sé bæði frekar lélega pælingar hjá okkur. Já, reyndar. En allavega þetta er skemmtilegt og já, það samkvæmt þessu og þá stundar Bubbi Mortens meira kynlíf núna en hann gerði fyrir 3 mánuð síðan. Því að hann hafði þetta, þetta er bara tf.is. Hann átti 150 milljóna kallinn. Við ætlum að fara hérna í Next to Me með Amelie Sandé. Ég veit ekki hvað lag þetta er, ég vona að það sé gott, ég hef aldrei heyrt það. Og svo er komið að netmisnotkunni og það er nýtt fórnarlamb. Ég hvet ykkur til að hlusta á það. Já, það byrjar ágætlega. Jú, ég veit þetta lag. Það ekki? Það var Next to Me, Amelie Sandé, svo er það netmisnotkunni. Komið að því hjá okkur Bjössa að fara í netmisnotkunna. Það held ég nú. Fastur dagskrárliður hjá okkur strákunum á mánundum og já, það er oftast sama fórnarlambið sem er hann Óli Geir sem að lendir í þessu hjá okkur en við erum með nýtt svona aðal fórnarlamb núna. Nú er Óli Geir orðinn að upphitunaradriði. Já, við ætlum að hita upp Óla Geir og já, svona það sem að slær mér náttúrulega mest hjá Óla Geir núna eru þessar nýju myndir hans. Já, ég bara, það verða allir að kíkja inn, sko. Þetta eru rándýrar myndir. Þetta er... nú verði ég bara á hreinskilni, ég kann vel Óla Geir, þetta er ekki, maður gerir þetta ekki. Lægi halvöðinni. Sko... Það má ekki. En svo, veist, hann er komið svona timeline og aðal myndina sem er bara yfir allan skjáinn þegar við fyrir inn á þetta, það eru augun í honum og horfa svona mig og hann liggur svona í kúra á sjálfum sér með svona slíf, svona tattoo slíf yfir allan handlegginn. Einungis maður eins og Óli Geir getur kúrt með sjálfum sér. Já, þetta er einhvern veginn, ok, maður ekki vera að dæma mannin, þetta er eitthvað, þetta er að síðasta sem myndi sjá hann að minna síðu til þess. Mér finnst, sko, það sem ég finnst alltaf athyglisverðast er, sko, ef það er svona myndataka sem er ekki fyrir neitt sérstakt, þú veist, þetta er ekki fyrir auglýsingu eða, hérna, nei, þetta er bara fyrir hann. Prómómyndir fyrir eitthvað, sko. Já. Þetta er bara hann að mæti myndatöku. Já. En þú veist... Og sérðu prófælmyndina líka, þá er hann með hendur svona í kross yfir, hann er bara ber. Já. Og búinn að tattúvera á sig báðar hendurnar og er svona að halda þeim í kross svona yfir líkama sinn. Það er svona... Þetta er bara rándýrt auðin. Reyndar, viðurkenna það. Flottur. Flottur strákurinn, er eitthvað annað meira sem þú vilt fara inn á? Hérna reyndar einn, sko, hann setti myndina inn fyrir 2 tímum síðan, það sem hann liggur svona í grúfu með sjálfum sér. Og ég verð að viðurkenna það, við erum nú fylgst vel með Óla Geir, hann er bara komið 4 like á þetta, sem telst nú ekki mikið á Óla mælikvarða. Það er eiginlega bara algjör skandall á hans mælikvarða, því að hann er eftir 2 tíma mér. Maðurinn er að detta í 60 til 100 like á góðum like degi. Já, og svo er bara ein búinn að kommenta og það er hún Anna Kristbjörg Jónsdóttir, hún segir geggjum mynd. Já. Og hún fær 1 like. Já, frá hverjum, maður sjá. Frá Óla Geir. Já. Þetta er Óli Geir sem lækar. Óli Geir lækaði að hún sagði ekki mynd. En maður sjá, er Óli Geir einn af þessum 4 sem er búin að læka þessa mynd að sjálfum sér? En sko, hann verðist að vera í Danmörku því að hérna fyrir 4 klukkutímum segir hann Danmörk var æði, giggið var æði og svo framvegis. Nei, Óli Geir er ekki búin að
hann er ekki búinn að læka sína eigin mynd. Ok, það ekki líka, gerir þú það? Lækar þínar eigin myndir? Er það ekki eins og að gefa sjálfum sér 5? Já, þetta er aburt maður. Já. Herri, hann er nýkomur á Danmörku, þetta er svona, þetta er nýja Facebooki hans gengur svolítið út á þessar nýju myndir, en sérðu hérna setur hann aðra mynd að sér. Já. Og það er sko, hárið á honum er svo hnausþykkt, þetta er svo gattavís, það er ekkert flóknara, og allt út í lofti, sérðu myndina hérna sem kom fyrir 18 tímum síðan. Hvað myndirðu borga fyrir þetta ár? Ég veit ekki, milljón, 2 milljónir. Jafnvel, selja bílinn. Og hann er með handlegginn svona yfir líkamann upp á öxlinn á sér. Já. Og þetta fær bara 2 like og annað like er Ásdís Lísa kærastan hans og hitt er Sara Rós. Þetta er nettur skandall sko. Já, þessar myndir eru ekki slagið gegn hann, við verðum bara, sorry Óli. Já. En sérri, svo er hann hérna, Óli in the house með eitthvað svona vínflösku, þar er hann komið 15 likes. Já. Strax hana. Já. Þetta eru drykkjumenn sem að like þetta. Já, en hann er samt alveg heitur hérna sko. Já, ég meina gaurinn er alltaf flottur. Já, og veist hann segir hérna, stelpur ef ykkur gaur heldur í hökunar og kissi, þá er hann player, bara smá tips fyrir ykkur. Hehe. Hann fekk 38 likes á það. Sæll. Og svo er hann hérna fekk hann hellinga likes. Ekki nema 1000 manns inn á staðinu sem eru að fara að spila og 3 tímar í setu okkar. Hvað fekk hann mörgulega á þetta? 31. Já. Ok, þetta voru uppbytunadrið Óleikir. Hann er þetta, var alveg hress í dag. Já. Það er fullt af myndum hjá honum og allt að gerast á kallinum. Staður í Danmörku að DJ-a. En þú varst líka með svolítið skemmtilega pælingu frá Völu Grand. Já, ég er með mjög stutt þar. Vala Grand, eftir að hún fór á fast, þá er hún mjög lítið á Facebook. Já. Og, en það dettur inn einn og einn gullmóli. Já, svo gott sem ekkert. Það er eina sem ég er skemmtilegt og það kom inn hjá Völu Grand 22. mars fyrir 4 dögum síðan. Þá segir hún, hver man ekki eftir þetta? 2 upprópunarmerki, en svo er ekkert. það er engin mynd, ekkert vídeo, ekki neitt. Þannig þetta er bara status. Og Sigrún Erla Sæmundsdóttir lækar það. Já, eina lækið. Hver man ekki eftir þetta? En svo kemur ekkert. Já, ætli hún ekki sé þetta sjálf eða er hún kannski bara playing a trick á okkur? Ég veit það ekki, hún hefur kannski, nei, veistu hvað, ég held að það gerst. Ég held hún að ætli, þegar þú ert að posta svona vídeo þá setur það inn í statusinn. Já. Ég held að það er bara eitthvað klikka hjá henni, sko. Tæknin er eitthvað að stríða okkar konu. Já, okkar, grandinu. Herðu, þá er komið að aðal fórnarlambi dagsins og netmisnotkun dagsins, sá sem að lendir í henni, er Logi Geirs. Ólympíu verðlaunahafi og fálkaorðuhafi og ég veit ekki hvað og hvað. Það eru fáir jafn duglegir, kæru hlustendur, og Logi Geirsson inn á Facebookinu og það er alveg ótrúlegt að við skulum ekki hafa farið inn á hann áður. Hann er sko eiginlega duglegri en ólíkir. Ég er ekki frá því, þeir eru bara, það virðist ekki vera neitt að gera á Suðurnesjum. Eina sem menn gerir er að hanga á Facebook því að Óleikir og Logi búa báðir á Suðurnesjum núna. Já, það er rétt hjá þér. Og ég ætla að fara svolítið langt aftur í tíma, þetta er mikið að myndum á honum Einari Bárða hjóla og eitthvað svona good shit. Já, það er mikið að myndum, sko, mér langar svolítið að byrja á þegar hann talar um hnébeina. Já. 21. mars. Þá postar hann sko mynd af lóðum. Já, svona hardcore lóð. Já, og undir henni skrifar hann: ég fekk mér havragraut og 180 kíló í hnébegi í morgumat. Hvað fékkst þú þér? Já, og hann smellir í hellingu upprópunarmerkjum. Hann er að rífi í játnin, ég er ánægð með það. Hann fær 18 like á þetta. Já, 18 like, er það ekki ágætt? Það er einn sem kommentar havragraut og 50 kíló í bekk. Svo Reykjanesbrautin tekinn snemma, nóg að gera í verkefnum og þá er að gera nýta tíman. Byrja á Bylgjunni í dag, góðu geðamál. Já, og hann sko tekur mynd af Reykjanesbrautinni sem hann er að keyra á. Já, og tíman, klukkan er kortir í 7, þannig hann er fann að snemma á stað, strákurinn. Já, góðu geðamál á Bylgjunni. Já, svo er mikið að myndum hjá honum og svo er hann sko, hann er eitt með Loga sem er skemmtilegt, hann er gríðarlega lífsglaður ungur drengur. Já. Og ég ætla nú ekki að fara að rakka það niður því að ég er mjög gaman að því og Logi er toppstrákur. Toppnáki. Sko, það fer ekki að milli mála. En það kemur eitt status hjá honum sem er svona alveg hæperjákvæður og en hann reyndar sko, hann biður afsökun á hann. Já. Hann er mikið með fjartþjálfunni hérna sko. Og ég segi lestu bara statusinn sko, hann er rosalegur. Já, sko, ég er ekki að finna hann hérna. Ok, áður nú kemur á honum, þá er semst mynd sem hann postar, þetta er nú bara síðasta laugardag. Þá skrifar hann: hvar sérðu þig eftir 5 ár, spurningamerki, og það er maður sem er svona heldur og það sést í sólina. Já. Holding the sun. Það er mjög flott. Hann er að leika sér svolítið með það hérna. Það er ránudýrt. Svo er hann með mikið að myndum með stráktum og svona, svo tekur hann hérna, sá fréttum að þetta vera 15 gráður og sól á næstu dögum. Íslendingunum ég sagði mér að fara að skoða mótuhjól. Þá kom Þjóðverinn í mér og stoppaði það. Það er góð regla sem Þjóðverið að tilengja sér. Ef þú átt ekki fyrir, gleymdu þessu. Ég er í mótuhjólasleik í tölvunni.
Já, mótorhjólaleik í tölvunni. Mótorhjólasleik? Já. Það og svo síðasti statusinn sem ég ætla að lesa með Loga. Það var maður sjá, þetta loksins. Herðu, kemur, hann svona eins og ég segja, hann alveg hyper jákvæður hann Logi. Og, það svo mikið af myndum að hann fer yfir statusinn. Þetta bara, ég að sjá sama statusinn tvisvar hann svo hyper. Já, komin í Pál Óskar. Nei, datt þetta út. Herðu, ég í tómum apaskít frábærar umsagnir með mér þætti, hann að biðja fólk að deila mikið. Sérðu statusinn sem ég ætla að lesa það? Datta bara út, eða? Ég held að hann hafi vitað að við vorum að fara að hrekja hann. Já, herðu, hann greinilega að hlusta því að hann tók hann út. Það var alveg skelfilegur. Jæja, þetta var netmisnotkun dagsins og við ætlum að fara í örstuð skilabóð og komast tilbaki. Ég verð búin að finna þetta þá. Fáður físlétta næfurþunnan örheila. iPad 2. Það bara svona sem ég rúlla. Epli.is, Laugavegi 182 og Smáralind. Við lögum barbecue-sósurnar á staðnum. Roadhouse. Snorrabraut 56. Póstviðgerðir. Póstþjónusta BJB. BJB.is. Prýtaðu þig. Einstök tækifæri eru einstök. Send okkur SMS í 1917 eða farðu á hraðpenningar.is og kláraðu dæmið. Prýtaðu þig. Núna. Hraðpenningar.is. Glænýr gómsætur matseðill. Red Chili, Laugavegi 176, sími 562 6000. Það Best Friends Day á Kaffi Simsen í dag. Stór á 590 og allir í stuði. Kaffi Simsen. 10 ára gamalt verð á eldsmiðinni út mars. Taktu með eða borðað á staðnum, sími 562 38 38. Eldsmiðjan. Hæfileikakeppni Íslands hefst á föstudagskvöldið á Skjá 1. Hringdu núna í 595 6000 og við opnum strax. Skjá 1. Ekkert venjulegt sjónvarp. Mest frá Loga Geirsinni alltaf skrefi og undan blikkall við að heilsa Bjössa. Hann hentu statusunum út þegar hann heyrði að við vorum í netmisnotkun á hann. Þetta kallast að vera með puttan og búin. Þetta var líka svo steikt. Hann bara var alltaf inn á horfinn statusinn. Ég veit að við nefnilega, og þetta í fyrsta skipti sem við erum ekki búin að prenta þetta út. Já, að við vorum að taka upp auglýsingu á hann fyrir FM. Þannig við náðum ekki að prenta út og þurftum að taka þetta núna bara live. Og þar, hann náði okkur kvikindi. En minna statusinn, mannstæðin, þetta var eitthvað pínu svona lífið frábært, eitthvað allt geggjað. Þetta var bara, það var svo mikil jákvæðni, að bara... Sem samt gott, Hemmi Gunn og Herbert Guðmunds hefði bara, Blöskrað. Já. Það eru þeir ekki svona jákvæðastir. Hemmi Gunn mjög jákvæður á Facebook. Hebbi Guðmunds, hann mikill viskubrunnur. Já, báðir rosalega jákvæður. Ég logi toppar á svona. Já, en munurinn samt að Loga Geirs og hinum tveimar Logi ekki þurrkaður, Nei. Þannig að hann bara virðist vera með þetta svona innbyggt, þessa lífshamingju. Og það líka fyndið með Loga, hann ekkert að feika það neitt, Viltu meina að maður finnir lífshamingjuna við það að hætta að drekka? Nei, en fólk virðist svona einhvern veginn, ég veit það ekki. Ég ætla ekki að fullyrða þetta eigi við allt fólk, en það verður ekki ekki eftir svona fólk sem hættir að drekka eða fyrir meðferð. Það svona byrjar að tala mjög svona jákvætt og svona inn á nú ég skýta á mig með það kannski að leita eitthvað svona leitar svona inn á við og finnur sér einhverja svona speki til þess að lifa eftir sem bara ekkert um gott mál sem örugglega bara í spórunum eitthvað en að því við vorum að tala Facebook áðan þá náttúrulega samt eitt sem var ekki tekið fyrir okkur núna sem að rúlla þessu öllu upp og það Sölvi Tryggva hann stattur á Haiti núna málið við þurfum heilan útvarpsþátt ef maður ætlaði að taka Sölva Tryggva í netmisnotkunna þá þyrftu að vera í sjónvarpsþætti því að maður þyrfti að sýna allar þessar myndir eins og sérðu hérna hann umvafinn börnum hérna á Tahiti og hann er með eitthvað flip í gangi og búinn að setja svona klósipapir utan ennið á sér og eitthvað svona og það allir að hlæja það allt vitlaust þarna hann er guð þarna Þetta er toppnáðingi líka What a human being, ég segi nú ekki hana What a human being Það er bara þannig En klukkan er orðin 5:30 og við Bjössi verðum hérna með ykkur til 6 og ég var jafnvel að spá í að opna fyrir síman hérna rétt eftir Bjössi Já, við ætlum að fara í skemmtilega umræðu Já, og við þurfum að fá hlustundu með í umræðina en eina þoru við því eftir síðasta dæmi
þegar við lentum allt í einu bara í því að það var orðin komin sko einhver gengi að rífast hérna í miðri útsendingu. Já, við skulum nú ekki gefast upp á hlustundum okkar. Nei, við ætlum að opna fyrir símaninn, þetta er örskama stund, byrjuðum eins og á hrikalega hressu lagi sem heitir Wild Ones með Flowrider. Á FM 95 Blöð hérna á FM 957 og já, við Bjössi vorum að spæja að opna núna fyrir síman því að já, við ætlum að skoða svona það sem að flestir er að ræða núna eru forsetakosningar og þetta er nú reyndar kannski ekki ekta svona umræðni sem við myndum fara út í en það er samt eins og núna er Þóra jafnvel að spæja frá að bjóða sig fram. Já, í kastljósinu. Já, og hún er sjónvarpskona. Já. Og við vorum svona að spá í hverju gætu orðið svona forseta framtíðinnar með að við það. Já, sko, ef við gefum okkur að hún myndi sitja í þessu embætti í svona, já hún, eða bara svo sem að, þú veist, það tekur einhver við, segjum hann sitja í svona 12 ár já. Og þá kemur einhver af þeim sem eru svona kannski 25-30 í dag, já. sem að dettur síðan inn í starfið. Veist, af þessari kynslu, sko, hver getur orðið næsti forseti á eftir þessum? Já. Og hver finnst þér það svona geti verið? Ég var að vona að þú myndir átt að byrja þetta, sko. Ég reyndar vildi sjá Pál Óskar, sko, fara í fórn. Hefurðu viljað sjá hann bjóða sig fram? Já. Ok, en eigum þá ekki bara spyrja hlustendur, eða þú mætti velja hvern sem er til að bjóða sig fram til fórseta og ekki svona einhvern fíblaskap af svona þekktu fólki. Hverja viljið þið sjá hann? Þeir sem eru ungir í dag, sem getur dottið inn í fórsetan eftir 10-15 ár, sko. Það er náttúrulega bara Jón Jónsson. Já, rólegur. Já, það er, ég minna, hann er allt til að bera, hress og myndalegur, skemmtilegur. FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað segir þú, vinnur? Ég sé allt gott. Herru, hvern myndið þú vilja sjá sem forseta Íslands? Ég er til að sjá Pál Óskar. Já, þú ert sammála Bjössa með það? Já, eða bara félaginn Björn Braga. Já, eða Björn Braga. Hann er full ungur núna, kannski eftir 15 ár. Já, það er fínt. Já, en af þeim sem hafa komið til greina núna, það er aðalega að tala um Óla og Þóru. Hvort myndið þú kjósa? Já, bara Óla aftur, sko. Já, ertu sátt við hann? Já. Það virðast flesti vera sátt við hann, en svo reyndar er að koma einhver nýr svona hópur núna sem vil breytingu. Þrýstihópur. Herru, takk hjálpa fyrir þetta, Unnur. Já, get ekki óskar það. Hvað lag viltu þeirra? Lagið Pegolagið. Hvað er það? Hversu lagið? Keikolagið? Með Michelle Tello. Michelle Tello. Já, ég skal reyna að finna það. Já, þakka fyrir. Ok, takk, bæ. Herru, við sjáum hvað þessi hlustandi segir. FM 95 Blöð, góðan daginn. Ég myndi velja Ara Eldjárn eða Pétur Jóhann. Ara Eldjárn eða Pétur, náttúrulega sko Ara Eldjárn er nú ágættis kandidat. Já. Það er í ættinni í honum. Afi hans var náttúrulega forseti. Já, þannig að þetta er enda góður punktur hjá þessum unga manni. Hvort myndir þú frekar vilja? Ef þú þyrftir að velja milli þeirra tvekja? Ég myndi velja Pétur Jóhann. Já. Pétur Jóhann, já. Ég myndi alveg fíla að hafa hann þarna á bestastöðum, ég viðurkenna. Já, Köttin bara. Já, nákvæmlega. Hann er orðinn og gamall til að bjóða sig fram í dag. Já, hann er reyndar að því að hann verður fertur í sumar. Herru, takk hjálpa fyrir þetta, Unnur. Já. Ok, bye. Ég nefnilega sko, við vorum nú með Pétri hérna áðan og hann var búinn að dressa sig upp í jakkaföt. Já, hann var eini sem mætti í auglýsingun áðan í jakkafötum og það var svona sátti líka, það var eins og Pétur, þetta var svona eins og fermingafötum hans. Þetta var svona eins og þegar einhver gæi sem hefur ekkert verið í stjórnmálum ákveður allt í einu að bjóða sig fram, fer í einhver jakkaföt og fer í myndatöku. Það var svona ekta Pétur í hól, mætti bara allt í einu í jakkafötum með bindi og allir aðrir bara svona skýrt og ból eða eitthvað. En ég veist að Björn, þetta er ekkert neitt rosalega skemmtileg umræða ef ég var alveg hreinskilinn þessar forsetakosningar. Ég fann það bara þegar ég opnaði fyrir símann. Mér finnst það gott. Páll Óskar, Pétur Jóhann. Já, Pétur Jóhann, reyndar fannst mér Ara Eldjárn ágætis punktur sko. Já. En í dag, hvort myndið þú kjósa Óla eða Þóru? Ég myndi kjósa Pétur Jóhann. Pétur Jóhann, við höfum það bara þannig. Hlusta á Félagana, alla laugardaga milli 10 og 1 á FM 957. Pétur á FM 957. Rétt spjall, eðlilegar og furðulegar fréttir, 10 mínúta yfirtakan og að sjálfsögðu Top tónlist. Pétur, alla virka daga milli 10 og 1 í boði Taco Bell. Quesadilla með kjúklingabringu eða nautasteik á aðeins 699 krónur. Núna á Taco Bell. Þessi er góður. Ítalskur bátur í speltbrauði á Hlölla. Hlöllabátar ávallt ferskir. Það er ótrúlega gaman að fela páskaeggin frá Góu og enn skemmtilegra að finna þau. Verði þér að Góu og myndu eftir hraun-egginu. Við hjá Dominos leggjum höfuðáherslu á hágæða hráefni. Sem dæmi notum við ekta íslenskan mozzarella ost og ananas sem liggur í náttúrulegum safa. Þetta er lítil sönnu þess að Dominos býður meiri gæði. Dominos 58-12345. Happy Days á B5. Frábær tilboð á milli 4 og 10 alla daga vikunar. Happy Days á B5.
ára gamalt verð á eldsmiðjunni út mars. Taktu með eða borðað á staðnum, sími 562 38 38. Eldsmiðjan. Halló, Jón Jónsson hérna megin, hagfræðingur. Og jú, tónlistarmaður líka. Annað kvöld, 27. mars klukkan 19 ætlum ég og Arion banki að fræða fermingabörn og foreldra fjármál, peninga, sparnað og fleira. Og hver veit nefnir taki nokkuð lög. Pítsur í boði og allir fermingakrakkar eru velkomnir ásamt foreldrum í Borgatún 19. Lakka til að sjá ykkur. Herði á, svo skráning á arionbanki.is. Tvöfaldaðu ánægjuna með Duo Bucket á KFC. Vel útilátin máltíð fyrir 2 á aðeins 1990. KFC, svo gott. Dílar.is í dag. Rútuferð á aldrei fór í suður, gistingi 3 nætur, 3 máltíðir og 10 kaldir á aðeins 34.163 í stað 55.102. Dílar.is fyrir þá sem vilja meira fjör. Bátur mánaðarins á Nonnabita skinkubátur. Nonnabiti, best fyrir svanga. FM 95 Blö í boði. Nýtt hjá Kretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kretia, Lakkerón slættir úr körulunum. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Childish Gambino, þetta svona með svalari lögum að þessari stöðu finnst mér. Já, þetta helviti svalt. Já, það einhver töffaraskapur í þessu lagi fyrir að hlusta á FM 95 Blö hérna á FM 957. Björn segum einhverjar góðar 10 mínútur eftir með ykkur og við vorum að ræða frétt sem inn á pressan.is. Þar stendur, fyrirsögnin verslingar eiga iPhone-a fyrir 33 milljónir og 2 tóku tölvumestir í skólan til að horfa á klám. Þetta sem sagt eitthvað sem kemur fram í nýrri rannsókn sem var gerðar í skólanum. Já, í Vestlunarskóla blaðinu sem var að koma út. Já, og þar kemur fram að 31% nemenda skólans eiga sjálfur bíl og 35% að reka bílinn sjálfur. 18% nemenda Vestlunarskólans eiga iPhone og verðmæti þeirra eru því 32,5 milljón rúmar. Já, en sérðu hvernig þetta sett upp sko? Þú veist, ég skil ekki alveg svona fyrirsagna klám eins og þarna. Þú kallar þetta fyrirsagna klám? Já, það verið svona, þú veist, fyrirsögnin, hún greinilega sett fram til þess að pirra fólk. Þú veist, verslingar eiga iPhone-a fyrir 33 milljónir. 2 tóku tölvumessir í skólan til að horfa á klám. Já, þú veist meira að það rakka niður skólan með þessum? Ekki, þú veist, ég veit ekki skólan eða eitthvað sko. Þú veist, það verið að búa til einhver svona neikvæða leðilega fyrirsögn sko. Það potið fullt af góðu dóti sem kemur þetta fram líka. Svo kemur fram 18% nemenda eiga iPhone sem ég held að sé mjög svona eðlilegt hlutfall. Þú getur örugglega farið fullt af skólum á Íslandi og fundið akkurat þetta. Hvaða skóla varst þú í? Ég var í Vestló. Já, ég að tengja þetta. Nei, ég veit það. Ég skil alveg hvað þú ert að fara. Já. Og ég hugsa að ef þú myndir fara í fjölbrautaskólann á Sauðárkróki, þá var kannski 1 af hverjum 4. Nei, samt ekki alveg 1 af hverjum 4. Mér myndi finnast það aðstæðanlegt alveg sama hvaða skóla væri verið að ræða. Þetta er bara einhver menntaskóla krakkar. En það er verið að setja þetta upp eitthvað 33 milljónir í iPhone-a, eitthvað svona. Já, og þú vilt menna að setja upp svona að þetta Vestló? Nei, ég var ekkert endla að segja það sko, alls ekki. Þú veist, ég er ekkert að segja að Vestló verði eitthvað fórnarlamb í einhverju umræðu sko, alls ekki. Ekki miskilum með það. Þetta er svona mér svo aðstæðanlegt þegar þú veist, þegar það verið að taka út það neikvæða til þess að búa til einhver svona fyrirsögn, skilurðu. Eins og í þessu tilviki. Þú veist, ég menna það var alveg hægt að setja þetta þú veist, MS eða MH eða Kvennó eða hvaða skóla sem er. Já, mikill rígur á milli skólanna eða ennþá? Ég veit það ekki. Hvernig var það að þú varst í Vestló? Var mikill rígur á milli MS og svona rugl? Allt í góðu samt sko. Þú veist, við vorum í svona, þú veist, ég var sjálfur í ræðileginu og Getur betur og þú veist, það var alltaf á mjög góðum nótum og svo hitti maður þessa gæja sem maður var að keppa við og þú veist, var að djamma með þeim og eitthvað svona. Allir feskir. Allir góðu vinir í sko... Ég nefnilega þekki þetta ekkert á Sauðárkróki. Það var ekki svona rígur, skilurðu. Það var bara 1 skóli og hei, við erum best, eða eitthvað svona. Já, en það var... Við vorum ekkert eitthvað, kemur, þú veist, fjölbrautaskólinn á Sigló. Berjum þá, það var ekkert eitthvað þannig. Menntaskólinn við Tröllaskaga. Já, hvað er hann að gera hér? Fannst þér mér vera of heitt í hamsi í byrjun þessar umræðu? Ég er svona jákvæð að spyrja því hvaða skóla þú varst alltaf.
svona, það bara verið að taka eitthvað fyrirsagt klám. Nei, ég meini það. Já, ég var ekki í Vestló, ég pínu sammálaður. Og það ég held að segja að gera þetta með alla skóla. Ég held að iPhone sé orðinn það vinsæll í skólum að var ekkert bara í Vestló sem að einn af hverju 4 mega. Nei. Svo er spurning hvort að, ég held samt að sé ekki öllum skólum sem allir með nýjustu típuna. Fjandinn. Stendur þetta nýjastu típan? Nei, það var búið að rekna að þetta væri 33 milljónir. Já. Tæpar. Sem slatti, sko. Og 2 tóku tölvu með sér í skólan til að horfa á klám. Já. Hvað voru margir sem tóku tölvu til að horfa ekki á klám? Já, það bara selur ekki. Nei, það selur ekki. Nei, en þessi 2 guttar þurfa samt svona aðeins að fara að hugsa sín gang. Þú tekur tölvunni. Ekki satt miskila mig, ég var ekki að segja Vestló var eitthvað fórnalamb, sko. Nei, en ég veit hvað þú ert að fara. Ég biðist afsökunar á þessu, kæru hlustendur. Þetta er klám! Björn Bragi var í Vestló og hann tók þetta hans inn á sig, en allir feskir. Hvað? Mást þú að fara með tölvu með þér í skólan og horfa á klám? Ég var alltaf að horfa á klám. Ég var eiginlega bara inn á klósetti með tölvuna. Það er enda sorglegt. Það er eina sem er sorglegt við þessa frétt. Bruno Mars með eitt vinsælasta lagið á stöðinni þessa dagana. Mirror við Björn Bragi búin að vera þetta með okkur síðan 4 í dag. Klukkuna vantar, rétt rúmar 4 mínútur í 6. Og hvernig kvöldi hefði Björsi? Það er bara rólegt held ég. Já. Ég er að fara til Egilsstaða í fyrramálið. Ok, að taka upp fyrir þáttinn. Já, þess að viljum að taka upp eitthvað fyrir 10. kynslóðana. Já, þið voru á Akureyri síðast, að fara svolítið hringinn í kring landið núna? Já, við erum svona búin að fara hingað og þangað. Hvernig fara á Sauðárkrók? Ég reyndar held að þetta sé síðasti staðurinn út á landi sem við förum á. Hvað er ekki leið með þið það? Nei. Akkur fer ekki á krókinn? Þau bara vildi ekki fá okkur. Jú, það er ekki það. Ekki reyna að ljúga þessu upp á Sauðárkrók þegar þið viljið fá þið. Það er ekki fyrir... En þið eru að skoða alla stærstu bæina, okkur farið ekki á krókinn? Hvað er búið margir á Sauðárkróki? 2600 manns. Já, það er ekki nóg. Okkur? Við viljum fara á staði sem eru með 4000 pluss. Nei, ok. Þú varst hérna í sjónvarpið í 10 ár og þú fórst á Sauðárkrók bara í annar hverju viku. Já, reynda, við erum að sína allt frá króknum, sko. Já, það var einn þáttur bara æskuslóðir Auðuns Blöndal og eitthvað svona. Jæja, herru, hvernig getur við komið króknum inn núna? Já, sína bara æskuslóðina mínar. Nei, það var nú komin einhver gúrkutíð í hugmyndavinnina. Nei, það var pínað, það sá þáttur gekk út af því að brjálæður Jón Ársæl. Þá var hann nýbúinn að fá Sveppa í þáttinn, en ekki mig. Þannig að Sveppi, við ákváðum að fá bara Sveppi yrði minn Jón Ársæl. Af hverju er Jón Ársæl ekki búinn að fá þig í þáttinn? Ég veit það ekki. Er það ekki svolítið skrítið? Jú, hann er búinn að fá Simma, Jóa, Sveppa og Pétur. Hann var reyndar einu sinni sem ég átti að koma, það var í erlendis. Ég veit ekki hvort hann voru svona full við það. Hann hafði aldrei búið nattur ef hann er að hlusta. Það lítur að vera það. Eldjátt var það hjá hann daginn. Ég ætla að búið svona Facebook-grúpu. Við viljum auðta í sjálfstætt fólk. Tala ég aldrei við áttur. Ég hins var alltaf að fara að kíkja á leikinn. Það er Manchester United, Fulham og United getur tekið 3. forskot á toppnum. Það er svona leikur sem að ég trúi ekki öðru en að United vinni. Er það heima? Já, heima til United. Svo veit ég að eru margir að núti að hlusta sem er í fantasy. Ég er pínu að leggja, sko, ég er með Wayne Rooney sem kaftin í fantasy núna. Og ég er með Valencia á miðjunni og Johnny Evans í vörninni. Þannig að 3-0 sigur, Rooney 3. Þá poppuðu kampaðinu kvöld. Já, ertu ekki að vinna þess að þú ert í einhverju fantasy-deild, ertu ekki að vinna? Jú, með Hjöppi á strákun. Nei, ég er nefnilega dottin í 3. seti. Hjöppi er komin yfir mig sem er algjör viðbjóð, sko. Hvað, þú varst alveg á toppnum hann að... Já, ég var búinn að vera á toppnum alveg þang til að hann var einhvern með Dempsey sem fyrirlega og hann fekk 40 stiga því hann skoraði 3 fyrir Fulham. Vá. Og hann fekk í ógeðsumferð. Og svo umferðin þegar Silva spilaði ekki, Aguero spilaði ekki. Ég var með Basin kaftin, hann klúðraði víti og fekk mínustig. Ég var með Session Jón á miðinu og hann fekk rautt og einhver annar sem var með fekk rautt. Ég fekk eina viðbjóðsumferð og á svona. Þurfum við ekki að fá einn auka klukkutíma hérna með þáttinn til að tala um fantasy? Jú, eða bara ég verð með fantasy-hotn hérna alltaf helgar bara. Ekki missa fantasy-hotni auðta! Já, en við ætlum klukkan 3 og 4 á nóttunni. Já, viltu meina þessu svo leiðilegt umræðinni? Ég veit ekki. Nei, kannski. En það er búið mikið stuð á okkur strákunum í dag. Við þakkum Kella fyrir hlustuna, Bjössi. Ég þakka Kella fyrir komuna. Ég þakka þér fyrir að leyfa mér að vera hérna í... Takk ég vel á móti Ígor sem er að koma hérna í... Ígor. Skeita aðeins þarna. Hann er að koma hérna í stað fyrir Rikka G. Og ég vil segja hlustendum, hann situr hérna hlinn á mér. Hann ilmar ótrúlega vel. Já, góð lykt af stráknum. Við ætlum eins og að renda þetta á eina mínu uppáhaldslega í dag. Hugaró, Magni, heinust á morgun, Auðu og Sveppi frá 4-6. Þetta er hann Magni allt saman hér á FM 957, frábært lag sem heitir einfallega bara Hugaró. Það er Frikki Fríkór sem er mætti hér í stúdíó FM. Við ætlum að fylgjast það til klukkan 9 í kvöld. Og það er þess að sjálfsögðu allt saman í fjárveru okkar, fallega Rikka G. Það er nóg að vera þannig, fyrstu vel með. Þarftu lán? Ertu viss?
Ekki verið í ruglinu. Ekki taka lán fyrir kakóbolla. Ekki taka lán fyrir pítsu. Og ekki taka lán með SMS. Ef skynsemin segir þér að þú þurfir örugglega lán, farðu þá á múla.is. Ást, frið. Hefurðu smakkað kjúkling píri píri á Hlölla? Bara góður. Hlöllabátar ávallt ferskir. 1909.is 1909. Fljótt, já. Gott, ó já. Roadhouse. Snorrabraut 56. Eldsmiðjan. Keppni Íslands hefst á föstudagskvöldið á Skjá 1. Hringdu núna í 5956000 og við opnum strax. Skjár 1. Ekkert venjulegt sjónvarp. Póstþjónusta. Póstþjónusta BJB. BJB.is. Nú færðu hleðslu frá MS með brúmberjum. Hleðsla frá MS. Próteindrykkurinn sem Íslendingar fá aldrei nóg af.